Langvarandi sjúkdómar auka líkur á tannheilsuvanda. Fatlaðir, sjúkir og aldraðir þarfnast aðstoðar heilbrigði starfsfólks við framkvæmd tannhirðu. Góð tannhirða er lykilatriði ef eigin tennur, tannplantar og brýr eiga að gegna hlutverki sínu til frambúðar. Á sjúkrastofnunum, hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun er nauðsynlegt að tannhirða skipi fastan sess í daglegri umönnun. Mikilvægt er að veita einstaklingsmiðaða aðstoð þannig að hver og einn fái þá hjálp sem hann þarf á að halda. Við tannhirðu mjög lasburða einstaklinga er mikilvægt að útskýra hvað stendur til, hækka höfðalag og koma handklæði fyrir yfir háls- og bringusvæði. Handþvottur er nauðsynlegur og notkun hanska skilyrði. Alltaf skal byrja á því að bera vasilín á varir og munnurinn er opnaður með því að taka varlega í höku sjúklings. Notkun frauðplastpinna auðveldar opnun munns. Mælt er með því að nota bitklossa sem komið er fyrir milli jaxlana til að halda munninum opnum og góð venja er að festa tannþráð í bitklossan. Tennur hægra megin í efri góm og neðri góm eru svo bustaðar með tannkremi, lágfreyðandi með háum flúorstyrk og öðru hverju með klórhexidíni. Þegar bitklossin er færður milli hliða munnsins er heppilegt að nota pinnan til að opna munnin örlítið meira. Hreinsið snertifleti tannana með tannþræði. Ef brýr, tannplantar eða ásettugómar eru til staðar, notið þá millibils busta og setjið klórhexidín gel á bustan. Notið lítið magn því alltaf er hætta á því að efnið berist í öndunarveg hjá mjög veikum einstaklingum. Í sama tilgangi má nota tannþráð með stífum enda sem hægt er að þræða meðfram tannholdi. Að lokum má strjúka yfir slímhúð með rakri gresju eða munnhreinsipinna og bera vasilín á varir. Hægt er að útbúa heimagerða bitklossa úr 4 til 5 tunguspöðum sem festir eru saman með límbandi og gresju vafið utanum. Margir eru með lausa tannparta í munni og áður en byrjaðar að bursta eigin tennur er tannparturinn tekinn út úr munni. Tennurnar eru burstaðar frá öllum hliðum með mjúkum tannbursta og flúortannkremi og öðru hverju með klórhexidíni. Ekki láta smá blæðingu frá tannholdi trufla ykkur. Hreinsið bara enn betur. Hvetjið síðan sjúklinginn til að skóla munnin með volgu vatni. Setjið að lokum örlítið flúortannkrem á yfirborð tannana. Parturinn er einnig þrifinn vandlega. Ef einstaklingur tekur inn lyf, skal fylgjast með því hvort hann kyngir þeim strax. Lyf í töfluformi sem liggja lengi í munni geta sært slímhúð. Forðast skal öll lyfjaform sem innihalda sykur eða síróp. Nota skal sykurlausar útgáfur lyfja. Þeir sem ekki nærast í gegnum munnin mynda engu að síður sýklaskán á tann- og tungu yfirborði sem þarf að fjarlægja með góðri tannhirðu minnst einu sinni á sólarhring. Einnig er góð venja að væta tannhold, tungu, slímhúð og varir á 4 til 5 klukkustunda fresti með vatni eða gervimunnvatni.